Hátt yfir skýjunum sveif loftbelgur Beckenbús prófessors með þá Phileas Fogg og Passepartout innanborðs. Þeir voru á leið til Feneyja. Vindáttin okkur hagstæð, sagði prófessorinn. Ef svona heldur áfram náum við til Feneyja áður en skipið leggur af stað til Brindisi. Phileas Fogg leit á úrið sitt og kinkaði kolli ánægjulega. Passepartout virti fyrir sig landslagið fyrir neðan þá. Hann hafði aldrei ímyndað sér að gæti verið svona gaman að ferðast umhverfis jörðina. En skyndilega varð hann var við eitthvað sem ekki var eins og það átt að vera. Getur verið að við séum að lækka flugið? Beckenbús leit áhyggjufullur á tækin sín. Jó, þetta rétt hjá þér, sagði hann. Loftbelgurinn hlýtur að hafa skemmst í óveðrinu, jafnvel þó okkur tækist að komast klakklaust í gegnum það. Loftið lekur úr honum. Passepartout horfði áhyggjufullur til jarðar. Við hröpum, kjökraði hann. En prófessorinn reyndi að hughreysta hann. Hafðu engar áhyggjur, sagði hann. Lít á litla þorpið hérna fyrir neðan okkur. Við náum auðveldlega þangað. Þar hafði hann rétt fyrir sér, því loftbelgurinn skall á jörðina rétt utan við þorpið. Eru allir ómeiddir? Spurði prófessorinn, og enginn hafði fengið svo mikið sem skrámu. Mér þykir þetta leitt, herrar mínir, sagði prófessorinn. Ég hefði gjarnan viljað fljúga með ykkur til Feneyja, en sennilega verði ég að dvelja hér hríð. Það tekur nokkra daga að gera við loftbelginn. Ef þið bíðið eftir mér, þá komist þið aldrei umhverfis jörðina á 80 dögum. Við förum fótgangandi til þorpsins, sagði Phileas Fogg. Kannski getum við fengið leigðan vagn þar sem ekur okkur til Feneyja, eða að minnsta kosti á næstu brautarstöð. Góða ferð og gangi ykkur allt í haginn, sagði prófessorinn. Þakka þér fyrir. Okkur veitir víst ekki af árnaðaróskum. Svo lögðu þeir herra Fogg og Passepartout af stað fótgangandi til þorpsins. Sjaldan ein báran stök, sagði Passepartout. Hann var orðinn sárfættur. Fyrst stendur lestin föst í snjóskafli, svo neyðist Beckenbús prófessor til að nauðlenda. Við verðum bráðum komnir til þorpsins, sagði herra Fogg. Við hljótum að rekast á vagn þar. Loks komust þeir til þorpsins. Þeir börðu að dyrum á fyrsta húsinu sem þeir komu til. Gömul kona kom til dyra. Við verðum að komast til Feneyja, sagði Phileas Fogg. Við verðum að leita að vagni til að aka okkur á brautastöðina, getur þú nokkuð hjálpað? En gamla konan virtist ekki skilja. Hún hristi höfuðið og lokaði hurðinni. Fogg og Passepartout héldu áfram ferð sinni. Þeir rákust á bónda með heivagn á markaðstorginu. Vinsamlegast akið til brautastöðvarinnar, hrópaði Passepartout. À la station, bætti Fogg við, en hann kunni hrabbi í ítölsku. Svo dró hann seðlavöndul upp úr töskunni. Hvort sem það var nú peningunum að þakka eða ítölsku kunnáttu herra Foggs, þá kinkaði bóndinn kolli. Fogg og Passepartout klifruðu upp á vagnin og bóndinn ók af stað. Þurfti ég nú endilega að lenda í heigi, sagði Passepartout. Nú verð ég hnerrandi alla leiðina. Vagninn skrölti nú með á ferðalanga eftir grýttum veginum til brautastöðvarinnar. En þar var engin lest sjáanleg. Fogg leit á áætlunina. Það er tilgangslaust að bíða hér,
sagði hann svo. Ef við bíðum næstu lestar til Feneyja missum við af skipinu. Eini möguleikin sem við höfum að notast við þetta. Og hann benti á gamlan ryðgaðan teinavagn sem skilinn hafði verið eftir á hliðarspori. Við megum ekki stela teinavagninum, sagði Passepartout hneykslaður. Ég hef ekki hyggja að stela honum, sagði herra Fogg. Við fáum hann bara að láni. Svona nú, Passepartout, gleymið ekki öllum peningunum sem hér í húfi. Þeir stigu upp á vagnin og hann rann af stað með þá. Það var ekki svo erfitt að stjórna teinavagninum á beinni braut. En þegar leiðin lá upp í móti fengu ferðalangarnir aldeilis að svitna. Vagnin þyngist stöðugt, stundi Passepartout. Æ, getum við ekki hvílt okkur dálitla stund, herra Fogg? Ég held þú sért orðinn galinn, Passepartout, sagði Fogg. Samkvæmt mínum útreikningi höfum við þegar tafist hálfan dag. Við verðum hann á skipinu til Brindisi. Nú voru þeir komnir upp á hæðina og vagnin rann af sjálfu sér niður hallan. Og þannig rann hann áfram spottakorn. En næsta brekka reyndi aldeilis á krafta þeirra ferðalangana. Passepartout stundi og svitinn bogaði af honum. Halt áfram og dragðu hvergi að þér, sagði herra Fogg. Við erum bráðum komnir á leiðarenda. Skyndilega heyrðu þeir undarlegan hávaða. Smá stálbútur fjall af vagninum, en hvorugu ferðalangana tók eftir því. Jæja, sagði herra Fogg. Nú liggur leiðin niður á við, eins og ég var búin að segja þér. Gættu nú vel að hemlinum því okkar bíður kröpp beygja. Við náum henni ekki ef við erum á miklum hraða. Vagnin jók ferðina og rann hraðar og hraðar. Við förum á hratt, hrópaði herra Fogg. Hemlaðu! Passepartout togaði í hemilinn en ekkert gerðist. Í guðuna bænum hemlaðu, æpti Fogg. Passepartout reyndi aftur að hemla en það bar engan árangur. Hemlakubburinn hlýtur hafa dottið af, hrópaði Passepartout. Stökkt af vagninum, kallaði herra Fogg skipandi. Meiddirðu þig nokkuð, Passepartout? Spurði herra Fogg leið hann stóð á fætur. Nei, svaraði Passepartout. Ég reif bara buxurnar mínar. Það gerir ekkert til, sagði herra Fogg og hló. Þú tókst með þér bæði nál og þráð. Þú ætti líka að gera við jakkann minn í leiðinni. Ef ég hefði vitað hvað ferðin yrði erfið, hefði ég fremur kosið að vera kyrrt í London, sagði herra Passepartout önugur. Hvað hefði þá orðið mig, spurði Fogg hlæjandi. Ég kann ekki einu svona að sauma. Ég skal kenna þér það, sagði Passepartout og brosti. Svo tók hann við jakkanum af húsbónda sínum og gerði við hann.